Jæja, góða kvöldið aftur og verið velkomin í seinni útsendingu kvöldsins hjá okkur í GTS Iceland. Fyrir ykkur sem voruð ekki að fylgjast með áðan, þá heiti ég Guffi og ætla að vera með ykkur hér í kvöld ásamt honum Hannesi, blessaður. Sælis. Heyrðu, það var bara hörkukeppni áðan hjá okkur í TR3, þannig að þeir sem voruð ekki að fylgjast með, ég mæli með að kíkja á rásina eftir þessu útsendingu eða á morgun og kíkja á keppnina. Hann var bara, þrátt fyrir fámenna keppni, þá var bara aksjón eiginlega allan tíman. Ykkur staðar. Mjög góð barátta. Þannig að við að sjálfsögðu ætlum að búast við ekki síðri keppni hér í kvöld í TR2-deildinni. Þetta verður lengri keppni heldur en vanalega. Við erum að tala um klukkutíma keppni. Vanalega eru keppninar í kringum hálftíma. Þannig að það er hér munum við sjá aðeins aðra vít í TR2 keppninar. Við munum sjá pitstop strategíur komin í myndina. Menn getur grætt á því að spara dekkin alveg sérlega vel eða mögulega fuel-seifa, maður veit það ekki. Það er alveg spurning að því núna verður þetta væntanlega 9 hringir, þá spilar alltaf menn að keyra 5 hringi og 4 eða 5. Já, einmitt. Þannig að það getur verið Það er ýmislegt sagt í þessu. strategín. Já, sjáum að, já, Eva er með 6.37, það er svakalegur hringur. Já, þetta er bara Eva. Ingi er nú ekkert hægari þarna. Svo ég sé ekki tíma hjá Inga, hann er komin í pittin. Það var 1.39. Já. Það er bara virkilega Ekki 1.6.39. Já, það hljóma betur. Já. Tímatakan hjá okkur núna. Hvað segir við? Ég var að reyna að skipta yfir að danna, það gekk ekki áralega. Já, ég get séð hann. Það er tímatakan hjá okkur núna í kvöld þetta verður svona sem maður kallar one shot qualifying. Þú færð í raun tímatakan er stilt á 12 mínútur. Þannig að það er nægur tími til að klára outlap og tíminn mun klárast á meðan menn er að keyra hotlapin og það bætir bara við. Það er mjög skemmtilegt fyrirkomun að taka svona það er eiginlega allt undir bara í qualifying. Mér finnst það nefnilega, sérstaklega á svona braut þar sem það má svo lítið breiða út af. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvernig tímatakan fer. Einu mistök í tímatökuhring og þú getur verið að ræsa einhverjum sætum aftar heldur en þú hefðir reiknað með og á svona brauta þá þessar braut þá er mjög erfitt að taka fram úr. Þannig að þetta verður bara mjög spennandi. Ég er að bíða eftir svari frá vantar sko, hann Valgeir hann er að undirbúa sig fyrir próf sem hann er að fara í og nær því miður ekki að keyra í kvöld. En fyrir utan hann þá vantar Veigar og Axel. Þeir eru hvorugir konur, ég er að bíða eftir að ná einhverju svörum frá þeim. Eins og staðan er núna að þá eru þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 keppendur komnir inn. Það væri nú gaman að fá fleiri. Það eru 2 mínútur í tímatökur. Það segja þeim hérna við getum hingrað í örfáa mínútur ef þeir eru rétt á komnir. Hverjum má ég að spjá þriðja seti? Ég er að búa til spá hérna í spjallinu hjá mér. Sem við hvernig náttúrulega fólk til þess að skella inn. Já, endilega hendi í spá. Þetta er meira spennandi, sko. Ég gera það líka. Já, Maggi spáir, Hilmar spáir Diego. Nú svo ekki. Þakka þér fyrir. Við afsökun á því ég er hálf kvefaður hérna, þannig að það getur orðið ykkur svona auka hljóð. Það verður bara að hafa það. Hilmar spáir þessu mjög skemmtilega, hann spáir Diego Hilmar. Já, hann spáir þeim 2 liðsfélögum í fyrsta, annað og 3. seti. Það er bara metnaður. Maggi spáir hérna Eva Dimmi Ingi. Ég ætla að spá Eva Ingi og Danni. Ég ætla að segja að Danni endi tímabilið í 3. seti. Það ert ekki búin að sjá hvað ég skrifaði það, semst. Eva Ingi, já, ok. Það var þetta inn. Já, ég ætla að bara að standa með því. Við erum greinilega svona, við hugsum eins. Við vorum ekkert búin að tala saman. Nei. Þetta er bara, við erum greinilega like-minded. Já, svo ekki, mér langar svolítið að hafa Diego þarna líka, sko, en
maður veit það ekki, sko. Já, ég veit að Danni þekkir þessi braut ágætlega og Já, bara Eva er í sérflokki á Norðslefi. Eva keyrir þetta blindandi, sko, ég held að hún... Já, ég held að það kemur virkilega á óvart. Ég myndi halda stuðullin á að hún endi ekki í fyrsta sæti væri ansi hár hérna. Já, hún er að gera skattaskýrsluna meðan hann, hún er bara rólegur, sko. Þeir eru Doddi sváir hérna, Eva, Diego, Danni. Það er eitthvað að við glendum að hendi spár hérna í tier 3 aðan. Klukkan er orðin kortur yfir, það verður ekkert heyrst frá Axel eða Vegari. Fólk er sammála hérna, þetta er... Fólk er að setja Danna hérna á pódium, þannig að það er engin pressa á hann. Engin pressa, Danni, engin pressa. Engin pressa. Ég spái alveg, ég spái því að Eva á eftir að hverfa bara þetta fyrsta hring. Já, ég held það nefnilega. Svo verður þetta hörku bara átt alveg frá öðru niður í 5. sæti, sko. Já, ég held að það sé ekki dólíklegt, sko. Jafnvel neðar, sko. Ég held að klukkan er 16 mínútur yfir, ég ætla að rétt að hoppa í 1 mínútu og snýta mér. Ég ætla ekki að gera það í beinni útsetningu. Kemum aftur að vörmurspori og þá hendum við svo stað. Augnablik. Það er alltaf að bílaúrvali er ágætt líka hérna. Maður fer yfir það. Það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nissanar. 2 Corvetturs og 2 M6 og 1 Puggy. Það er hann að Doddi er á Peugeot. Hann Guffi er ánað með það. Það segir Puggy á brautinni. Hann segir Nissan er mjög vinsæll hérna í kvöld. Helmingurinn á ökumönnum. Mættur áttur. Ég held að það sé ekkert. Ég er mjög hissað að það hefur ekki spáð Dodda hérna í topp 3, sko. Ég skil Dodda, eftir þið, sko. Hann var að stefna á 86 útavakstra per hring. Já, Hann var ekki vongóður fyrir þessa keppni. Það er svona putting it mildly. En við ætlum ekkert að bíða lengur. Það heyrist ekkert í mönnum. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að Veigar og Axel sé ekki að mæta. Ég veit að Veigar hefur lítið verið að mæta på síkasti og saman með Axel. Ég veit að Axel það breyttist eitthvað aðstæður hjá honum og það var orðið erfitt fyrir hann að vera með. Veit ekki alveg með Veigar, en við erum ekkert að bíða lengur. Að gera, við þurfum að bíða 7 mínútur og það eru qualify byrjar, þannig að þetta er bara í gang. Það er ekki okkur er ekki til 17 búið. Við förum hérna í liver í spjall á bílónum hérna og við fara í útringin. Það er svolítið vona, ég er búinn að setja inn skilabúð hérna með minna menn og konu á að búa til no pláss. Þetta er bara 1 tímatökuhringur, þannig að það er mikilvægt sem aldrei fyrir núna að vera ekki í einhverjum kappakstri í tímatökunni. Þeir hafa 12 mínútur til þess að dreifa sér á brautina og byrja á hotlapnum. Þannig að ég vil sjá þetta mjög dreift. Hver er að tróða sér fyrstur út? Mér sýnist Ingi komast fyrstur út. Það var bara spurningi, vonandi verður Eva við situr ekki... först. Þetta er nú við... Nei, hún er kannski ekkert að drífa sér út. Hún fyrir örugglega síðust, ég spáði hún færi síðust. Takk Doddi fyrir hann, Doddi óskar okkur góðrar útsetningar. Við óskum hann bara góðs gengis, vonandi allavega undir 80 útavakstrar per hring, hann var búinn að spá sjálfum sér 86. Þannig að vonum bara ánum að vera. Diego er fremstur hérna út. Já, hann hefur komast fyrstur út. Það er það ekki ágætt að byrja á honum hérna, hann er bara með hérna ágættis pitturinn, liður í bara. Já, smá pitt heima, þetta er flott liður í hjá honum. Þeir eru ekki lengur í stíl liðsfélagarnir. Hann var að keyra þessu liður í síðustu keppni líka ef ég maður rétt. Ef maður kíkir á Hilmar, það er hérna pitbögg hjá Hilmari. Bittu nú við, það eru Blake í Barbie bílinn. Hann er eitthvað viltur. Restart. Nei, það er ekki. Hann finnur ekki útgönguleiðina. Hilmar, ertu á Wi-Fi eða ertu á landtengdur?
Þetta fylgir þessu. Hann er landhengdur núna, segir hann. Lélegt net. Já, Það er vonandi að það verði ekki vandamál. Ég held að hann er nefnilega, hann er á milli íbúða, hann er á Já. gistiheimili. Já, þeir eru búin að vera að flytja. Hilmar, það er að gera slökku öllu svona YouTube-dæmi og einbetta sig bara á keppninni og Ekki það vera getur með hjálpað með tenginguna. Ekkert í gangi, aftengja síman frá Wi-Fi, Það er ekkert. segja foreldrunum að fara að sofa. Já. Herri, ég ætla að spurninga hvort það sé ekki bara best að búa til nýtt lobby, það hefur yfirleitt virkað. Það er allir, gerum eina tölun hérna áður en ég geri það. Já. Það væri ágætt ef þetta getur bara. Nýta það ef menn eru með leiðilegt þetta að vera ekki með óþarfa dót í gangi, sko. Já, það nýta alla bandvítina sem að menn hafa í þetta. Menn geta haft á síman á 3G ef menn vilja horfa á útsetningur líka. Það væri bara eitt alvöru TT til að klára sísonið. Já, það er nú viðeigandi að klára tímabilið á Pittsburgh. Það er nú búið að vera alveg viðlóðandi tier 2-deildina. Býtu aftur, segir Hilmar, er hann í... Hann er að snúast, held ég. Já, hann er ekki einu svona komast út í praktis. Ég ætla, ok, við erum bara að gera nýtt lobby og ef hann er ekki að komast út á brauta þá er voru lítið sem við getum gert í því. Svo gerir nýtt lobby. Þá þarf bara Hilmar að horfa, það er ekkert annað sem hann getur gert á. Ekki hendur í snúrunni. Svona, þetta er bara eins og það er. Alvöru. Þið sem hafa verið að fylgjast með okkur að þið er nú orðin vönu þessu. Sluppur þetta að vita síðast og þar síðast líka held ég. Eða hvað? Já. Svo, Já, menn eru byrjar að æfa sig í Tier 1 hérna. já, það er ágætt að minnast á það. Það er þeir sem eru að horfa, það verður ein útsending í viðbót. Þetta er tier 1 er að klára á morgun, annað kvöld. Útsending hefst 9:30 bæði hér á YouTube og á Stöð 2 e-sport. Þannig að það er hörku baráttu sem að Hannes okkar er í. Nei, þú ert búin að tryggja annarsætið. Það er ekkert að gerast er engin pressa hjá ykkur Kára. Það er Jónægir og Halli. Já, en svo er náttúrulega að vinna Norðslæði er bara góð kóróna bara yfir höfuð, sko. Það er eitthvað sem hefur alltaf langað. Ég verður ekki ennþá tekist að vinna Le Mans eða Norðslæði. Ég hef náð öðru sæti í hvoru en ég er ekki ennþá komið með það í pókan og það verður erfiðara með hverju tímabilinu. Já, ég náði að vinna Lasarte og Norðslæði hérna í þólagstu skeppnunum hérna hjá okkur. Já. Hérna svona utandeildar keppnunum hjá okkur. Já, hann valli í tier 1 sett á stað. Þetta var nú eiginlega bara til fyrir tilvíðunum sem mótor. Hann sett og fór með hendi í 2 tíma spa-keppni í tilefni World Endurance Championship. Nei, það var GT World Challenge held ég sem var að kera á spa og valli hendi í keppni að ganni og síðan bara vattið upp á sig og hann ákvaði að gera mótorið úr þessu og búið að vera geggja gaman. Já, þetta er mjög flott svona nógu að velja, sko. Já, það er alltaf nógu kapastur, sko. Sér reynum við nú að sprella eitthvað í sumar þannig að þó að skipuleg dagskrá sé búin eftir morgundagina þá þýðir nú ekkert að vera ekkert keyrt í sumar. Það verður alltaf þetta. Það hefur nú verið ég held að það hefur nú verið eitthvað sponsað mót á hverju sumri. Maður kannski reynir að bóta eitthvað svoleiðis. Við erum með glugga eða ekki eftir viku eða 2 vikur á Stöð 2 e-sport eða ekki. Við varum hægt að hendi eitthvað. Við munum að vísu líklega að nota þann glugga í við ætlum að taka svona smá umræðu þátt eins og við gerðum hérna í desember að gera upp tímabilið. En það var ekki gaman að vera á braut og á rúntinum á meðan líka. Það er alveg spurning. Það er síðan held ég að sé við ættum alveg að geta það er alveg mögulegt að við getum fengið settum beini fyrir það bara last try og skellum við svo stað 11 á braut, eru þeir ekki bara 11? Júps. Kíkjum á það.
Segja hann að lifir á Danna, það er svona til heiðurs. Ég ætti að kíkja á það. Sabine. Já, það var sorglegt. Sabine Smith sem lést úr krabbameini fyrir bara ekki löngu síðan. Var yfirleitt titluð sem drottning Nordschleife. Mikill meistari. Mikill missir í motorsportheiminum af henni. Fylgjumst með honum Hilmari, hvað gerir hann? Hann fyrir út, glæsilegt. Er það einhver annar sem tekur við? Það eitthvað að taka við keflinu? Vonandi ekki. Það kemur oft fyrir. Það getur komið fyrir því að það eru serverarnir virka þannig að það eru allir að tengjast öllum, þannig að ef það er eitt slæmt eftir, hver var þetta? Það er hann, bingo. Doddi, nei, ég var að horfa á Dodda, já. Það er áframhaldandi vandræði, hann reynir aftur. Já, Ingi líka. Ég held að tengingin hjá Hilmari sé að ég held að Hilmar sé að orsaka þetta svolítið mikið. Já, því miður. Það er bara allir í snúningu við. Þetta er bara eitthvað. Já, þetta skrifast á tenginguna sem Hilmar á núna því miður. Það er lítið við því að gera. Last try, spyr Eva. Ég efast að það hjálpi eitthvað. Allir kannski lendir í... Gerir bara nýtt lobby, spurningum að, já. Ég gerir bara aftur nýtt lobby. Spurning að Hilmar komi síðastur inn, eða fyrstur inn, eða síðastur inn. Hann fór fyrstur út á hann allavega. Þetta er stuð, maður, sko. Já, þetta er nú svona frí wifi á gististöðum nú yfirleitt ekki stöðugustu tengingarnar. Nei, þetta er allavega manni, það er reynslunni, þá voru hótel og gististæðir ekki með sterkasta net, sko. Nei, hann ætlar að restarta PS4, segir hann. Þetta verður lokatilraun, svo þurfum við nú að fara að keyra þetta á stað, það er langt prógram framöndan. Já. Þá er nýtt lobby komið í loftið. Byrjast afsökunar á þessum töfum, áhörundur góðir. En eins og við segjum þá, þið eru orðin vunir svo held ég. Er ekki allir með páskaegg og Pepsi Max? Já. Páskaegg, hvað færðu páskaegg núna? Voru þetta varabyrðir? Nei, ég fær bara í góð og fær þarna afganga. Nó. Ég þarf að fara í vísindaferð þangað. Vissir ekki að þessu? Nei, þetta vissi ég ekki. Ekki að páskaeggin, ég sem að geti fengið afganga hér og þar en. Já, það geti fengið svona afklipur og lakrís og svo páskaegg. Tökum góðu keppni, látum við gefa ykkur kíló af afgöngum. Þeir eru nú tengdir hérna inn í íþróttirnar. Hvað heitir hann? Já, sem er hann með rauðvin og klæga. Já. Það er alveg stólum með hvað hann heitir. Já, ég kenni ekki fyrir mig. Já, hann er að vinna í góðu. Það lítur ekki vel út að reyna að fara að sníkja eitthvað og veit ekki, muni ekki hvað hann heitir. Nei. Er allir mætt í tíðinni? Nei, Hilmar er á rístartatölunni, hann ætti að fara að dettin. Það er bara að koma inn síðustur hérna. Lokasens á Hilmari. Ævar spyr hérna í spjallgrúpunni ef það ekki bara gefins 378 stig fyrir þá sem geta ekki keppt vegna pitback. Já.
Og mér finnst það alveg sjálfsagt að vera bara sjálfkrafa 30 stig ef þú ert með bitbug. Bara instant winner. Já. Við höfum allavega ekki mist hann áhörfið með meðan þetta vesen er í gangi. Nei, þetta er náttúrulega orðin bara hluti, þetta er ákveðin hluti af prógraminu. Já. Hilmar segist taka þessum stigum. Nei, vonandi bara næra hann inn og næra að komast á braut. En þetta lítur ekki vel út fyrir hann Greikallinn. Það er nú synd að missa af síðustu keppni tímabilsins. En við skulum ekki gefa upp alla von. Við höfum stundum þurft að taka 2 restart. En svona vitandi það að hann sé á þessari eða svona tengingu þá er ég ekki vongóður. Já. Það er nefnilega málið er að þetta er í raun ekki serverarnir hjá Gran Turismo sem eru að klikka, heldur er í raun þessi public lobby að þau virka sem svona peer-to-peer eins og það kallast. Þannig að það er í raun allir að taka á móti og senda gögn til hvers annars. Þannig að við erum ekki að keyra á Gran Turismo serverum, við erum að keyra á okkar í raun okkar eigin server í sjálfu sér. Næsta tímabil verið fluttur, segir hann. Það er bara svakalegt ef maður er að keyra í þessu daily raceum ef ykkur er með lélegt net, sko. Já. Við sjáum það svo sem í lobbyu líka, þá eru bílarnir bara út alla braut, sko. Já, þetta getur haft áhrif á alla nefnilega. Þeir eru Hilmar mættur í lobby, þannig að hann þarf það bara að endera. Hann er komin á braut. Bara prófum við þetta. Já, bara prófum við. Sjáum hvað gerist. Það er geggjað að fá þetta bara í lag. Svo við séum nú með fleiri keppendur á brautinni. Það er alltaf betra. Já. Kjartan segir þú sérst að tala um MVP, Pétur Þór. Hann er hjá Freyju, ekki góðu. Já, nákvæmlega. Pétur, já. Hilmar er komin út. Er hann hjá Freyju ekki góð? Já, ok. Það væri sjálfgæti gert, vissi það. Já, þú varst heitur. Já, Freyju, já, rétt. Maggi kemst út. Bingo er að komast út. Já, ég er ekki svona að fylgjast með því, sko. Veitu, ég sé bara svarta skjá hjá Dimma. Ég sé eins og Eva sé. Hvar er hann? Já, þetta er eitthvað neðanjarðar eða? Eva og Dimmi liðsfélagarnir virðast vera neðanjarðar. Hvað er í gangi? Ég held að þetta sé ekki að fara. Ef maður sest inn í bílinn hjá þeim, þetta er alveg gott útsinni. Hvað er í gangi? Á maður að þora að halda áfram með þetta svona? Þetta gæti endur sest, já, ég veit það ekki. Ef allir eru að keyra. Nei, veit það ekki. Ef enginn er að kvarta. Þetta eru mjög margir sem eru neðanjarðar, sko. Ingi og Arnar líka, sko. En er þetta bara hjá okkur? Prófa að fara út og inn aftur. Nei, þetta kemur strax aftur. Ég veit ekki hvað við erum að gera í þessu. Þú ert að skrifa eitthvað líka. Já, ég er að. Þetta er allavega eitthvað eins og á ekki að vera. Bíddu, ég sé Evu núna á réttum stað. Á réttum stað núna. Dimmi, Ingi og Arnar eru ennþá multidimensional racing, segir Kjartan. Eva er allavega komin upp á yfirborðið. Ok, það rengir að kvarta. Ok, höldum áfram, vonast til þetta lægist og við getum það allavega að klára kólifæðið. Við hefandi að ljúka tier 2 með öllum böggum í bókinni, segir Illi. Já, hér er öllu tjálta til, sko, það við erum ekki að spara neitt. Það er að gera sína hvernig brauti lítur hérna.
Já, við ætlum að klára okkur tímatökunni. Í versta falli ef að ég tek screenshot af fara úrslitunum og í versta falli að þá þurfum við að rístarta bara. Já, það situr henni bílið. Nei, betur, herðu, hann hoppaði upp á braut. Dimmi konur upp á braut og Ingi og Arnar, heyrðu, það allir konur upp í yfirborðið. Allir komnir á yfirborðið. Hvernig eru minnst fólk vera svolítið nálægt hvort öðru ennþá? Já, hver komir hérna lengst hérna? Það Biggi. Ég var þar á eftir. Þetta verður náttúrulega góðu tími til að vera bara hérna að eyða bensín í bara. Já, keyra bara hægt og rólega í lægri gír og brenna bensíninu. Já. Já, þetta getur verið ef maður aðeins svo nálægt. Ef hinn á undan lendir í smá vesinni, þá maður svo fljótur að pikka það upp, sko. Já, og það eins og við vorum að tala um áðan, og þá nægur tími til þess að klára átlappinn í rólegheitunum og mynda bíl á alla. Sjáum að Doddi að brenna bensíni hérna í 3. gír. Já, Ingi og allar hérna bræður hérna leiða og rest, það náttast. Já. Maggi og Bingo eru hérna í samfloti. Aðrir sýnist mér vera búin að búa sér til þokkalegt bil. Já, hérna sé ég liverið hjá honum Danna. Hann með svona smá tribute. Já. Og þakinu þarna. Og hliðinni. Já, Biggi og Danni. Það náttúrulega viðeigandi það sem þeir eru að keyra á BMWF. Já, það mjög viðeigandi. Og á Norðslæfi. En nú fyrir að styttast þetta er mjög róleg tíma að taka því að þetta er á löng braut að við þurfum að horfa á langan outlapp en svo verður þetta breytt outlapp, þannig að það verður mjög gaman að sjá hversu hart menn munu pússa, því að viltu pússa alveg 100% og mögulega eiga hættu á að klúra hringniðinum eða tjúna þig aðeins niður og keyra safe til að ná að setja þokkalega tíma. Svo þetta aðeins öðru sér tægir 2 á morgun, þess að við náum 2 hringjum. Já, það er eitt, já. Já, það er eitt. En þar á móti erum við líka að keyra með heavy damage. Já. Það má ekkert klikka, sko. Þá er allt komið. Það verður lengri tímataka hjá okkur, já. Við munum ná outlapp pluss 2 hotlaps og... En já, ef við tjónum bíluna þá sittum við upp með það, þurfum að fara í pitt og... Ef það gerist snemma, þá getum við haft tíma til þess að ná outlappnum aftur og starta einum hotlapp, sko. Gera exit og byrja aftur. Já, akkurat. Já, þá er alltaf Biggi komin á... Hann hefur myndað alveg gott bíl hérna. Já, hann er ekki á neinir áhyggjur. Danni er nú ekkert langt frá Evu, en... Nei, hann treystir henni alveg. Já, ég held að... Það er alltaf að Evu, held ég, sko. Heyru, Gulli spáir hérna Eva Ingi Dimmi, verður gaman að fylgjast með. Já, ég held að enginn sé að fara að spá öðrum í fyrsta sæti enn Evu. Já, varstu búin að segja, sástu þetta hjá Kessa líka, Eva Dimmi... Nei, ég hef mistað því. Já, Eva og Dimmi keppa á allt öðru plani, já, það er þetta. Já, þeir voru náttúrulega að fara óhefbundna leiðir. Já. Maður lendir ekki í traffík þarna neðan fyrir, sko. Nei, það eitt víst. Gæti þess að fara bara beina leið ATB, sko. Já, þetta verður svolítið... Já, það er erfitt að spá þetta milli alveg 2, 3, 4 og 5, sko. Þetta er... Já. Það getur ýmislegt gerst. Og svo náttúrulega, að því að þetta er náttúrulega lengri keppni, við erum að tala um alveg klukkutíma, að það er ekkert nóg að ná bara góðum tíma í tímatökunni, þú ert að halda haus og... Það er spurning hvort þú munir sjá ykkur að reyna að underkötta. Biggi er að outlapp aftur. Hæ? Hann er bara út í grassi, hann er klúra hringning á sér, hann er ekki að byrja annar hring.
Býtu nú við, ætli hann hafi slysast inn í pittin óvart? Það er góð spurning, sko. Hann er allavega snerist út í vegg og... Hann er ekki að fara að ná að setja tíma. Hann er ekki að setja tíma, sko. Nei, þetta verður bara æfingarhingur hjá honum. Þannig að Eva er núna fremst. Já, dýrkjöft. Já, hefði spurning hvað við mistum að þessu. Spurning hvort hann hafi... Ég efast nú að hann hafi viljandi farið í exit og í pittin aftur, vitandi það að hann myndi ekki ná að klára hring. Hann hlýtur að hafa, því maður getur eins og við töluðum í útsetningun áðan, að ef maður missi bílinn þarna í lokinu, þá getur lendið í að slysast inn í pittin. Já, ekki nema hann hefur bara ekki verið að kveikja peruna eða tímið væri bara búinn, sko. Já. Ég kíkja á þessum borðhjáðan Evu hérna. Og líklega sterkasti keppandinn á þessari braut í hópnum, myndi ég alveg þóra að veðja á. Sjáum að þessi Nissan hjá hann er komin í 43.000 km. Já, ekki nema, sko. Það er svaðalegt. Þetta eru þeir bræðurnir að byrja tímatökuringinn. Þar eru þeir hérna. Þeir eru bara að fara yfir línuna. Arnar að byrja núna. Þá er, já, Biggi er á, það er allir þá byrjaðir á sínu hring. Já. Allir byrjaðir á sínu hring og þetta er eini hringurinn, þessi hringur verður að telja. Það voru að make it count, eins og maður segir á slæmur íslensku. Já. Svo ég veit að Ingi er sterkur á slaufunni. Eva er sterk, Danni veit ég að þekkir þessa braut vel. Veit ekki hvernig Diego er hérna og... Hann var að gera góða sektora hérna á það, sko. Hann kláraði bara ekki hringinn. Dimmi var náttúrulega með fína hring líka í æfingum. Þetta verður eitthvað. Þetta verður spennandi. Sá hérna tímabil á hann, þá var, sko, Diego með betri sektora en Eva, sko. Já, ok. Hann er alveg hraður hérna, sko. Já, við veitum að Diego er mjög hraður gæi, sko. Það er... Sér er bara norðslætti er svolítið annað býst, þannig að maður veit aldrei, þegar maður hefur ekki séð menn í aksjónu, þá er svolítið erfitt að vita hvernig menn liggja hér. Núna getur Dimmi að fara að lenda í traffík, hann hefur ekki gefið Dodda alveg nóga mikið pláss. Já. Og það er náttúrulega að Doddi er á sínum hotlap, þannig að honum ber engin skylda til þess að víkja, sko. Það er ekki nema svona kannski 3 sekúndur á milli þeirra, sko. Já, og það er nóg eftir að hringnum. 4,5 mínútur eftir að hringnum, sko. En það er svolítið, það var nú búið ítrykkað alveg nóg þannig að það er svolítið á ábyrgð þess sem er fyrir aftan að hafa myndað sér nóg bíl. Já. Þannig að það er, þegar menn er á hotlap hvort sem eru hraðir eða hægari, þá ber mann ekkert að víkja. Nei. Já, Dimm er nú bara alveg að nálgast hann, sko. Þetta er algjör ábyrgð ökumannanna, sko. Já. Fyrir aftan, sko. Og þetta er bara að það verði ekki eitthvað issue. Það væri svo sem fínt fyrir Dimma ef hann nær honum bara á beinakaflunum og nær smá tói. Herðu, já, það var Biggi, já. Ég sá að fremsti bíli var oft núast, en þetta er bara Biggi á útringnum með þá. Já, hann því miður, ég held að hann hljóta að hafa dottið óvart í pittinu. Það er eiginlega eina lógiska skýringin á þessu. En hann er bara last to first challenge hjá Bigga í kvöld. Já. Það er svo nægur tími til þess að vinna sig upp. Já. Nóga mistökum framöndan á þessum klukkutíma held ég alveg örugglega. Sjáum að ég verð að keyra þetta hérna alveg lista vel. Það reynir að fylgjast með mappinu svolítið, sjá hvað það sé einhver á snúast. Já. Þetta er bara alveg að ná Dodda hérna, þetta er... Já, nú sést hérna líka á... Sést á beinakaflanum líka... Já, hann getur tapað á þessu, sko. Og það er ennþá smá tími í beinakaflanum. Já, þegar núna var Dimmi nokkuð hraður á þessari braut, sko. Já. Getið tapað einhverju sætum á þessu. Það er ekki nema ef Doddi lendir í einhverjum hrakvöllum og Dimmi komist þannig framhjá, sko. Já, eða takja með sér í burtu. Já, vonandi ekki. Vonum við sjá það nú ekki. Nei, við viljum ekki sjá einhverjum dörti framárakstur hérna, sko. Nei. Hann hlýtur að... Það er Dimmi eða bara eldan, sko. Það er ekkert annað... getur gert. Ekkert annað í búið. Það verður eiginlega eldan að bíða bara eftir beinakaflanum og hann ætti nú að hafa hann auðvitað þar. Ég veit af eigin reynslu að pugginn er
ekki sterkasti bíllinn á beinakaflanum. Nei, býtu, hann náði, Doddi fór út af og Dimmi náði fram úr hann að hrakfallalaust, þannig þetta bjargaðist. Ok. Þegar nú Maggi Ingólfs komin á milli bræðrana, þetta Maggi hefur gert einhver mistök getið qualifying. Ingi komið fram fyrir hann. Var Maggi fyrir framan Inga í... En þeir voru aftast, Ingi og Arnar sko. Já, ok. Það var Maggi mögulega lent í einhverjum vandræðum. Og ef að detti inn á beinakaflan, þá var hann að gera einhver mistök getið. Það væri ekki líftinni. Þessi síðasta beygja, það er beygja sem að ég hef persónulega átt að til að klúðra þegar mér gengur ógeðslega vel. Þá klúðraði sem það síðustu. Það er að fara í 36, X36, í skoðan. Stefnir í dúndurhringkjáinni. Hann fylgir hérna fast á eftir. Hann er cirka 7 sekúndum á eftir. Já. Ego er hraðar en Danni. Þessi kafli er góður fyrir ef maður er með hressingu við hliðina á sér við stýrið. Og þetta er rétti kaflinn til þess að fá sér sopa á eða næst í möla. 38-3. Flottur hringur, virkilega flottur hringur. Ég held að sé enginn að fara að státa. Ja, Ingi var nú í svipuðum peis og þetta var það ekki áðan. Já, jú. Og mjög nálægt að sjá hann. Sjáum hvað Danni gerir, hann er að klára hér. 44 eitthvað síns með 44-8. Bara fínasti hringur hjá honum. Diego kemur hér í mark, hann er að bæta tíman að Danna, 42 tæpar. Dimmi þá næstur, ekki? Jú. Eða hvað? Nei. Jú, Dimmi er að koma hérna. Hann er á fínur hring líka. Gæti tekið annarsættið eða hvað? 40, rétt, það munar 1/10 á þeim. Danni er þá komin í 4. 6:52 tæpar. Ingólfur, þetta. Kemur Ingólfur Bjartur, Ingo Bjartur. Það er ekki Dodda. Nei, akkurat sekundu eftir honum. Ingi með sekundu, 1,8 í sekundu í refsingu. Hvað náði hann sér í refsingu? Það er nú ekki svo margir staðir sem gefa manni refsingu hérna. Það er ágætist tíma en það bætist átt að við 2 sekundur í honum en það er fjórðasættinu þrátt fyrir það. Já, Hilmar 6:58. Já, Ingi hefði tekið annarsætið á þessum tíma ef hann hefði ekki verið með refsingunar. Jú, Maggi 7:0, næstu í 7:10, hann hefur lent í einhverjum vandræðum. Það er rétt hjá þér. Hver er þá eftir? Arnar er að koma hérna í mark. Hann er ekki alveg á pace við bróður sinn. Hann getur gælt sér eitthvað að staða. 7. sæti. Afsakið Ingi segir Hilmar. Nú veit maður ekki hvað kom fyrir. Það er spurning hvort að Hilmar hafi lent í einhverjum vandræðum og Ingi þurft að sveigja frá honum og færi þannig út að braut og fengi penalti. Það er spurning. Þá skellum við okkur í reis. Hórum að það fara á stað. Já. Við erum búin að sjá allskyns bögga og skemmtilegheit hérna í kvöld, þannig að vonandi erum við bara búin að koma því frá. Segja bara gangi ykkur vel öllum og sjáum hvernig þetta fer á stað. Við erum að búast við að sjá, Hilmar segir hérna í chatinu, fór smá út af, good luck, have fun. Klukkan byrjar að telja leið og græniljós sem fara á stað. Klukkutími. Allir á stað, ekkert ves, það er gott að vita. Gætum sé smá baráttu inn í lokabeyjuna. Já. Það byrja nú aftarlega á beinakaflanum, þannig að það ná ekki að mynda þetta aftið hérna. Þá sjáum við hérna, þetta fer allt saman klín á stað, sé ekki betur. Þetta er bara eins og þetta á að vera. Skólabókardæmi. Liggur ekkert á. Nei, þetta er löng keppni, ekstra löng í þetta skipti, þannig að hér er enginn að fara að vinna keppnina í fyrsta hring, þó þetta sé langur hringur. Diego og Eva strax mann að tjekka þess út. Sýnist Diego ekki ætla að gefa neitt eftir. Nei, hann eldir hann alveg. Já.
En svo eins og vorum að tala áðan í T3 útsendinguna að hérna að ef maður er með möguleikann á að reyna að taka fram úr þá þarf maður að vera þolinmóður. Maður þarf að velja staðinn vel af því það ekki svo margir hérna á þessari braut. Það eiginlega eini staðurinn sem maður getur svona safely tekið fram úr meðan hinn ökumæðurinn ekki að gera mistök. Það eiginlega bara stóri beinikaflinn í aftast í brautinni. En svo náttúrulega líka eins og við höfum oft minnst á að mjög góð taktík til að taka fram úr bara að vera nógu sýnilegur í baksýnisspeglinum, bara að pressa andstæðinginn í mistök. Gætir eins þrautin þyngri hér fyrir Biggi. Það er bara að íta Magga hérna áfram. Það er Biggi, já, það verður eitthvað bömdraft í gangi. Hann ítt honum bara áfram. Það var ekkert að reyna að fara bara eftir. Það er skemmtilegt. Menn að vinna saman hérna. Biggi tæpur. Það er heilmikið verkefni framöndan hjá Bigga fyrst hann lenti í þessu vandræðum í tímatökunum. Það er hættuleg kafli hérna. Þessi beygja er alveg stór hættuleg. Já, mjög auðvelt að yfirskjóta hana. En sjáum að Diego hann bara hangir í Evu. Ef hann nær þessu alveg fram á beinakaflan þá getur ýmislegt gerst, sko. Já, það ef að Diego nær að vera í draftinu fyrir beinakaflana þá ekkert ólíklegt að hann ná að taka það fram úr. En ég held að Diego þarf að ná framúrakstri á braut. Það mjög ólíklegt að ná að pressa Evu í ykkur mistök. Nei. Hún þekkir þessa braut betur en flestir. En Diego að keyra virkilega vel. Það þokkalega auðvelt að fylgja á þessum bílum. Þeir eru ekki að búa til eins stóra hólu. Diego var það mér fannst það eins og Eva hafi slegið aðeins af. Djúpt. Fór hún á djúpt eða mér fannst þess að hún hefði slegið aðeins af. Ég held að bara, já, kannski þetta taktík. Það spara bensin og dekk. Spara bensin og dekk og taka fram úr á beinakaflunum. Nei, maður veit ekki. Mér fannst þetta að vera heldur auðvelt hjá Diego. Já. En hann alltaf komin í fyrsta sæti. Það er spurning hvort að nær hann að slíta. Hann að auka bílið. Nú að spila við, sko. Og þá Diego pressunum frá Evu, sko. Já. Hann virðist samt bara alltaf slíta bara og slíta hann í burtu bara. Þetta eru sekúnda. Hann búinn að slíta draftið. Já. Og Dimmi að nálgast Evu og Ingi hérna síðan bara alveg í stuðarinn á Dimma, sko. Þetta alltaf snúist í höndunum hjá okkur hérna. Já. Þetta allavega, þessi fyrsti hringur að lofa mjög góðu fyrir framhaldið. Ég alveg hérna, alveg svo, hann að kíkja hérna á Dimma. Já. Þetta kafli sem alveg möguleik að taka fram úr, en ef maður keyrir svona á sirka miðri braut og þá voðalega erfitt að stinga sér. Svo hérna Bingo, Biggi og Hilmar og Maggi allir hérna í einni kös með þér. Já, vá. Best að geta ekki verið með mynd í mynd bara. Já, ég skal fylgjast með þeim hérna fyrir aftan. Þú fylgjast með þeim hérna fyrir framan. Ég fylgjast þetta með toppáröttinni eins og Ævar komið með 1,2 sekúndur á Evu og að keyra bara miklu öryggi. Nú Eva farin að finna pressu. Biggi byrja aftast búinn að taka hérna Magga og Hilmar. Já. Það að sækja hérna stíft á Bingo Bjart. Nú Eva búinn að slíta draftið frá honum Dimma. Nú Dimma aftur á móti, hann þarf að verjast hart frá honum Inga. Já. Það sérstaklega þessum kappa brautarinn, ef þú keyrir bara kappastuslínuna þá er enginn að fara að taka fram að þér. Nei. Það bara svo einfalt. Núna þarf Eva að ná sko draftun aftur fyrir beinakaflur. Dimmi tæpur. Fór út í gras, slapp fyrir horn. Þessi topp 4 eru búin að slíta sig aðeins frá. Danni hérna í 5. sæti. Síðan Arnar, Doddi. Í þessu tölu orðum Bingo Bjartur út af, farin að slá grasið. Biggi komið fram úr honum. Síðan Hilmar og svo Maggi. Þetta það var nóg bil og aftur út af. Eva komin, Diego, Eva og Dimmi eru núna í einni halarói hérna í topp 3 og Ingi svo þar rétt á eftir. Þetta almennilegt. Svona viljum við hafa þetta. Skella okkur inn í eitthvað bíl hérna. Jú, skulum kíkja í bílinn hjá honum Dimma. Eða mögulega hjá honum Inga bara, sjá allt actionið. Nú var kameran eitthvað bögguð. Svona.
Þetta verður einhver driftkeppni hérna dragreis hérna á beinakaflanum. Já. Við erum komin hérna inn í bíl hjá honum Inga í TRB Racing. Sjáum hvernig, þetta getur verið svolítið áhugavert. Nú er hann Diego... Allir á sama bíl. Allir á sama bíl, allir með draft, sýnist mér. Þannig að það verður forvöldilegt að sjá hvað gerist hérna. Já, þeim er alveg að missa. Nei, Diego... rétt. Það fór ekki alveg nógu vel úr beigjunni. Það Eva náði slipstreaminu. Það sjáum hvað gerist. Ingi er með slipstreamið á dimma. Er það nóg? Þetta er bara slipstream lest hérna. Ingi getur fyrir að gera sér líklega til að kíkja fram úr. Eða hvað? Jú. Stingur sér út fyrir. Nei, hann hefur þetta ekki. Það má ekkert fara út fyrir. Já, það Dimmi er svakalegt rönn á Evu þetta. Dimmi er með slipstreamið, þannig að Ingi náði ekki að gera allir á honum. Þetta koma hérna alveg í einum hnapp út af beinakaflanum og inn í næsta hring. Það var bara engin framhástur hér. Nei. Diego komið fram með Dotta. Diego var nógu langt frá til þess að Eva náði ekki að nýta sér beinakaflan og séu hann alltaf Dimmi með slippið af Evu og Ingi með slippið af Dimma, þannig að þetta var svona myndaðist þarna hálfgerð lest. Góður hringur hjá Bigga, hann hefur tekið hérna 4 sæti. Já, vel gert. 5 sæti á einu hring. Hann ætlaði sér stóra hluti eftir að hafa klúðrað tímatökunni allhressilega. Skelað vel gert, já. Við erum með 22 áhorfendur hérna í stríminum, sem er bara gaman að því. Endilega, ef þið hafið eitthvað spurningar eða viljið eitthvað tjá okkur þessa keppni, hendið þið kommentum inn í chatið, við erum að fylgjast með því, svona eftir bestu getu. En það hefur sér allan við að fylgjast við þessari keppni, það er svo mikið að gerast hérna í topp 4. Hvernig er staðan hérna í neðri helmingnum? Þeir eru búin að teygja stolti úr þeim, það er ekkert close barátta. Þá heldur áfram að fylgjast með hérna í Maggi komið fram úr Hilmari, hann hefur ekki tekið fram úr hún á beinakafla. Já, líklega. Sjáum að Eva, hún hangir aftan í honum Diego. En hún veit að þetta er... Hún veit að það er ekki... Ingi fór út af... Út í sand. Út í sand. Ég ætla að skella í replay að sjá hvað gerist hjá honum. Það er Dan á honum. Ég er að sjá, við erum að horfa á replay hérna á honum Inga. Sjáum hvað fór úrskeiðis hjá honum. Ingi er fallega hann yfirskýtur vinstri hnykkinn, lendur út í grasi, skautar yfir braut og út í möl. Danni er komið fram úr Inga. Þetta var dýrt. Þetta var dýrt, vissulega. Og nú er Ingi kominn í stöðurann hjá Danna. Við erum að fara að sjá mögulega hörkubaráttu hérna 4. til 5. sæti. Og nú er þá baráttan 1., 2. til 3. Dimmi aðeins búinn að missa, en þetta er samt innan við sekundu ennþá. Þetta lítur vel út. Þetta lofar virkilega góðu. 10 mínútur búnar, 50 mínútur eftir af þessari veislu. Þetta er almennilegt, svona viljum við hafa þetta. Dimmi er aðeins, hann er aðeins að mista af þessari topplest. Hann er kominn úr kjölsoginu og Eva er að pressa hart á Diego. Ég spái því að Eva nái að sigla fram á Diego á beinakaflanum á þessu hringi. Ég held að hún sé ekki fara að reyna... Gerði ekki tilraun á hana beinakafla. Nei. Ítti eiginlega frekka Diego áfram. Eitthvað sko. Ég heldur sjá hann að fara hér. Það er eitthvað taktík hjá henni. Já. Hvort það sé dekkjasparnaður eða það sé að dekkin hjá Evu eru aðeins skárri. Já, þau eru svolítið skárri. Það er svolítið betri heldur en hjá Diego. Þeir þurfa allavega að keyra 1 stitt 5 hringi þannig að... Já, þetta verða 9 hringir. Tíminn mun renna út á 9. hring. Það er með virkilega gott renn á Diego hérna. Þetta er staður þar sem er hægt að taka fram úr. Það er trikk í samt að því þetta er þröngur kafli og hlykkjast svona aðeins hægt fram og tilbaka. Ég held hún veit betur. Bara fylgir honum. Hún fylgir honum, maður sparar smá bensín í draftinu og ég held hún sé að bíða bara eftir beinakaflanum. Dimmi er núna 1,3 og eftir þessari baráttu og heyrðu,
Ingi, við mistum að því, Ingi hefur náð að skjóta sig fram úr Danna, hann komin upp í 4. sæti, 7 sekúndum frá Dimma og hálfri sekundu frá Danna. Arnar að sækja þá. Arnar að sækja á Danna. Danni núna inni króaður, milli bræðrana. Biggi komin upp í 7. sæti. Hann hefur ekki náð að slíta Dotta frá sér, Nei. Það innan við sekundu aðra, Biggi fer... Biggi mjög vítt og lítið Dotti að taka. Hvað Dotti? Ja, Biggi, hann hefur þetta. Og nú þetta komið hörku skrapp hérna, 7., 8., 9. Biggi, Dotti og Bingo. Biggi heppinn að sleppa með skrekkin hann fór vítt í karosellið. Það mjög trikk í beygja, getur verið auðvelt að klúra henni, spinna út úr henni eða inn í hana. Ég fylgjast með toppárundunni. Já, ég ætla aðeins að fylgjast með þessum 3 hérna, það hörkuslagur í gangi. Lætum mig vita ef það eitthvað tíðindi. Nei, Bingo og Bjartur, hann slapp nú vel fyrir hot þarna. Skautaði á vegginn einhvern veginn nær að haldast ennþá innan við sekundu frá Dotta, það verður nú bara kallast vel gert. Gult flagg, Danni hefur lent í einhverjum hraðköllum, ætla að sjá hvort ég náði þessu á replay. Fer einfaldlega vítt í beygina út í gras, skautar út af bombaróvegg, snýr hálf öfugur hérna á brautinni. Var nú varasamt þarna, hann lag inn á brautin aftur en sem betur fyrir var hann góðstaður. Þannig að Danni er hruninn niður í 9. sæti. Þetta er smá skellur fyrir hann. Nóg eftir. Það er nóg eftir, 47 mínútur. Núna þeir að detta inn í hérna seinna karosellið. Það styttist á beinakaflan. Dimmi komin í draftu og Evu. Nei. Ekki alveg, hann er náði. Hann klúðraði beyguna þarna, hann var komin í það sko. Eva, hún hangir alveg á Diego eins og ég veit ekki hvað. Og sýnist hún hafa náð, hún er með betra exit út úr beyginu fyrir beinakaflan og sýnist hún ekki einu sinni þurfa draftið til að taka fram úr. En það gæti orðið til þess að Diego nái draftinu tilbaka. Það er spurning. Ja, þau eru bara jöfn sko, það er ekkert að vera að gerast. Nei, það er rétt. Það er 1000 sekundur telja hægt niður. Já, 36, 35, 34. En Dimmi er í draftinu á Evu, sérðu þið? Já, hann er að koma þarna. Hann boppar hann áfram bara, já. Dimmi, það er bara... bæði fram úr. Og Dimmi er ekstra aðeins utan í Diego þarna. Smá NASCAR-stæl þarna, bara bumpdraft á Evu. Og Eva komin upp í 1. sæti, Dimmi kom í 2. sæti. Það var góðan sektor fyrir liðið. Þetta var rosalegt tímörk. og Diego komin í 3. sæti. Nú grunum við getum séð Evu reyna að tjekka út. Svo er spurning hvort að Diego mögulega, dekkin hjá Diego eru talsvert verri heldur en bæði hjá Dimma og Evu. Þannig það er spurning hvort við sjá Diego mögulega reyna eitthvað undercut og pitta hring fyrr og taka eitthvað svaðalegan outlapp. En ef hann gerir það þá þarf hann náttúrulega að taka seinna stint í 5 hringi. Þannig að það er... Já, það er spurning sko. Spurning hvort hann vilji enda á betri eða verri dekkin sko. Hann væri að koma út, hann kæmi kannski út á undan Magga. Það er smá bil á milli Danna og Magga. Hann gæti... þarf náttúrulega að fá góða auða braut ef hann ætlar að reyna að underkanta sko. Já. Það er ekki alveg viss á hvað ég þurfa að taka mikið benn. Hvað segirðu? Það er alveg 2 hringir í það sko. Já. En sjáum hvað Diego gerir hérna á móti Dimma. Hann gæti nú svarað á móti ef hann næra alltaði. Þetta er hérna Nissan Lest í topp 3. Ingi síðan, já, hann er... Ingi nú ekkert mjög langt á eftir þráttur að hafa lent í þessum vandræðum hérna áðan. Það eru 6 sekundur og nóg eftir að keppninni, þannig að það getur allt gerst þetta ennþá. Já. Ingi í 4., Arnar hérna í 5. sæti. Dimmi bara liggur við að bara kíkja hérna á Evu sko. Það er hann að reyna framástöðu. Dimmi er búinn að taka hvað? Hann er búinn að sigra... Hann er með 2 sigra á tímabilinu. Jú, hann sigraði Monza og Laguna Seca, eða ekki? Jú, ég held að það sé rétt hjá þér. Það er gott þetta. Svo hann ætla að tjekka hérna standingsi. Dimmi með 2 sigra. Og
svolítið skemmtileg staðreynd, þau eru náttúrulega liðsfélagar hérna, Eva og Dimmi, að í þessum 8 keppnum sem að hafa farið fram hingað til, að þá eru bara 2 keppnir sem þau hafa ekki verið bæði á velunapalli. Já. Það önnur þeirra var Spa, man ég. Dimma gekk ekki vel á Spa. En þau eru alveg bara, þetta er bara læst staða hérna í topp 3. Við bara bíðum spennt bara eftir næsta beina kafla, sko. Já. Aðeins að fylgja skoða hérna niður. Ingi er þetta helst nokkuð stabílt bilið frá Diego niður í Inga. Sem er Arnar Biggi, hann þarf að vera búinn að eiga mjög gott reisinn og er komin í 7. sæti. 6.45.9 var hringur 2 hjá hann, sem er bara fínasti hringur. Ingólfur er ekki langt fyrir aftan hann, sem er Danni í 8. sæti og honum hefur ekki gengið nógu vel hérna í kvöld. En sjáum hvort hann ná að vinna sig eitthvað upp. Doddi í 9. sæti, Maggi 10. og Hilmar er í 11. sæti með special livery í kvöld. Hann er á bleikum Barbie merktum bíl. Hann hefur keyrt þennan bíl áður held ég. Gaman að því. Dimmi er bara á stuðarum. Ég held hann alltaf að fara að stinga sér. Það væri nú heldur betur drama ef að liðsfélagarnir í 1. og 2. sæti myndu reka saman nú. Það myndi nú væri nú eitthvað. En Diego er bara hann að beint fyrir aftan. Já. Þau eru alveg locked inn þessi 3. Ingi er aðeins búinn að sækja, hann er allavega ekki að fjarlægast. Já, hann er búinn að græða sekundu frá því ég tjekka á hann og rétt á hann. Hann sést þetta, hann er alveg vel inn í myndinni í þessum topp 3 sætum. Við vitum að hann er hraður og konsistent á þessari braut og hann hafi lent í mistökum á hann. Heyrðu, Diego, nei. Diego missi bílinn út í grasið. Kemur inn á... Snýst ekki. Snýst ekki, þetta fór betur en á horfðist, en hann kemur inn á braut náttúrulega með skítudekk, búinn að missa draftið, dottinn í 4 sekundur. Draga hratt á hann. Já, nú sér Ingi sér gott í glóðurinnar. Diego eflaust fúll út í sjálf sig fyrir þetta. Svona stutt í beinakaflan þar sem hann hefði getað reynt atlegu að Dimma og mögulega yfir líka. En nú eru 4 sekundur sem skilja að þau 2 og þau geta mögulega reynt að hjálpast eitthvað að með draftinu núna. Spurning hvort við sjáum bump draft á beinakaflanum, maður veit það ekki. Bump draft er nú eitthvað sem maður sér nú vanalega ekki í GT3 kapakstri í raunveruleikanum. Ég get alveg trú að þau munu hjálpast að stinga af hérna. Það er ekkert ólíklegt. Það er eitthvað alveg óvægt þegar það er bara svona light damage að ég þori ekki að gera þetta þegar það er heavy damage, sko. Það er alveg hægt á það að maður skemmir bumpana við þetta, sko. Já, maður lætur það eiga sig. En Dimmi, hann er ekkert að gefa eftir, sko. Hann er ekkert að... Og hann virðist vera að reyna, sko. Já. Þetta er ekkert vera, sko. Heyrðu, Ingi er komin alveg aftan í hann Diego. Ingi er að keyra á flottu pace núna, sko. Diego er ekki að fjarlægast topp 2 en Ingi er búinn að nálgast Diego hann alveg 2 sekundur, þannig að hann er að gera mjög góða hluti. Síðasti hringur hjá hann er 6.41.8, flottur hringur. Og ég held að Ingi sé að búa sig undir allegu. Við erum að detta inn á beinakaflan. Ingi er alveg klárlega með slingshotið, hann er að éta upp bilið. Það er bara tímaspursmál hvenær hann stingur sér til hliðar. Þarna kemur að hann var með gott slingshot og er komin í 3. sæti. Þetta var... Dimmi er komið fram úr Evu. Dimmi er komið fram úr, það var ekkert bump draft. Hann er 2 stöðuskiptingar hérna. Eva svarar örugglega á móti. Nei. Diego er aftur á móti að reyna að svara á móti. Ingvar segir að sé svona NASCAR-fílingur í þessu bump draft, þannig að hann er að fíla það. Já, það er bara gaman að því. Ingi heldur þessari stöðu, hann tók 3. sætið af Diego. Diego reyndi að ná því aftur, en allt fyrir ekkert. Sem því að Ingi er komin að... Alveg hvort að þetta hefur verið rétt nú að láta Dimma leiða hringinn, sko. Það sem Eva er náttúrulega hraðar ökumaður. Hún er hraðar á þessari braut og Dimmi með verið dekk líka.
Já, þetta gæti alveg hleypt Inga og Diego nær, sko. Já, spurning hvort við sjáum Inga og Diego reyna að vinna eitthvað saman að ná þeim. Eva er alveg sérflokkið með dekkin, sko. Já, það er bara sérvall á þeim, sko. Það er núna að fá dimmið aðeins út af og hægði töluvert á þeim báðum. Já, þannig fór alveg hálf sekúnda frá öðru til þriðar. Eva er ekkert að reyna neitt hérna. Það er aðeins að rúlla hérna niður. Ingi og Diego eru hérna alveg bara neck to neck. Arnar er hérna í 5. sæti. Biggi er að nálgast Arnar innan við 2 sekúndur þeirra á milli. Síðan er hann óbreytt á öðru leyti síns með Bingo í 7. Danni 8. Maggi 9. Dotti 10. og Hilmar í 11. Búinn að dragast aðeins frá hann og Dotta hefur lent í einhverjum vandræðum greinilega. Við erum allavega ekki mjög samsporið með það að segja að Eva myndi hverfa hérna bara. Nei, enga veginn. Það er bara hérna í harðir baráttu bara. Þetta er alltaf gaman að hafa baráttu titilinn. Það er alltaf að Eva er búin að tryggja sér. Já, það er baráttu 1. sæti segi ég. Eva er alltaf búin að sigra þetta tímabil. Var búin að því fyrir síðustu keppni ef ég man rétt, minni mig. Maður sjá hvernig var aftur síðan staðan. Annars sæti var hann Dimmi og síðan er Diego, já, Dimmi, Diego og Ingi er allir þeir eru þarna aðeins í slagum 2. til 4. sæti og þeir eru mitt hérna í 2. til 4. sæti í þessari keppni. Þetta er eina baráttan á brautin svo staðan er akkurat núna. 6 sekúndur á milli Inga og Diego. Diego hefur hann hefur lent í einhverju aðeins að fara út aftur. Hann er aðeins búinn að týna taktinum. Þá þarf hann bara aðeins að anda og spurning hvort hann hafi verið að sjáu líka vinstra framdekki, það er töluvert slitið hjá hann. Já, það er bara að fara, sko. Það er spurning hvort hann hafi bara gert mistök og farið út af eða hvort hann hafi verið að reyna framúrakstur sem er yfirleitt ekki góð hugmynd á þessum kafla í brautinni. Við sjáum ekki bara pitstop hjá Diego. Ég held að það sé í raun sniðugasta taktikinn hjá honum að reyna stintinn þurfa hvort það er að vera 4 og 5 hringir, þannig að kannski byrjur ekki öllum máli hvort hann taki 4 hringja stintið núna eða seinna stintið, þannig að hann getur þá mögulega reynt að taka stopp og vonast að komast út á brautina aftur á svona nokkuð auðum sjó og geta skellt í eitthvað dúndur átlapp til að vinna upp bilið í þá. Það verður forvöldilegt að sjá hverjir pitta hérna á þessari. Já, við munum auðvitað sjá ykkur að pitta, sko. Ég held að Eva fari nú örugglega bóttið 5 hringi, það er algjör óþarfi henni að pitta, sko. Já, hún að spara dekki sér vel á það. Keyra frekar lengur bara með og hann fara á léttari bíl núna. Já. Þau eru nokkuð safe þetta bara í 1. og 2. sæti. Ingi er í góðri stöðu núna í 3. sæti, það er alveg tæpar 8 sekúndur í hann Ævar og Ingi að setja sem besta sektor hérna. Hann er í góðum gír, síðasti hringur hjá hann 6.40, 9.48, flottur hringur. Ekki nema 8/10 frá besta hring sem að Eva á, 6.40, 1.69. Það er aðeins að rúlla núna niður listan, sjá hvort það sé ekki eitthvað að gerast eitthvað staðar. Þetta er bara status quo hérna sýnist mér. Það er smá, það getur verið að brugast ykkur barátta hérna í 7., 7., 8. Biggi, Danni og Bingo eru allir hérna í hálfgerðum hnapp. Og Maggi og Dotti í þessum töluorðum lendi í ykkur vandræðum, vonandi ekki númer 86. En hann er hérna í 10. sæti, Hilmar er ekki alveg að finna sig, er komin hálfri mínútu rúmlega á eftir hún og Dotta og situr í 11. sæti. Það er óbreytt hérna á toppnum, sé ég. Já, Ingi er aðeins að sækja á þau núna. Dimmi fór aðeins hérna vítt og hafðist aðeins. Þetta er óbreytt ennþá hérna hjá Bigga, Danna og Bingo, en þeir eru allir nálægt hvor öðrum, það má nú ekki mikið út að bera. Þeir eru í draft range.
Hann eini staðurinn sem svona einhver almennilegu slagur núna það er eiginlega bara toppurinn. Já, sem svo sem ekki slagur. Nei, ekki mynd, þau virðast vera svolítið að vinna saman bara og ætli Eva taki ekki við að leiða keppnina núna og taki fram úr beinakaflanum. Þarna tefðust við nokkuð mikið. Já, Ingi græðir á þessu, kominn hérna 3, já, hann græddi alveg hátt í 2 sekúndur af þessu. Hvað gerir Eva núna? Ætlar hún að bumpdrafta? Já, þau eru að vinna saman. Kýta sér frá Inga strax bara. Já, Eva náttúrulega fær slipstreamið af dimma og bumpar svo aftan á íti dimma aðeins áfram, þannig að þau ná meiri hraða og sjáum það að þau eru búin að græða núna 4/10, já, við tökum halva sekundu á Inga, bara á þessu. Já. Þannig að nú þarf Ingi eiginlega bara að treysta svolítið á að, já, hann þarf bara að gefa allt í botn og vonast til að verði mögulega eitthvað mistök hjá þeim hérna fremst. Miðað við keppnina svo fara þá lítur það nú ekki vel út. Diego kom mér alveg 15 sekundur aftar Inga, sko. Já, Diego virðist ekki vera alveg að finna sig. 6:48 síðasta hringur og sjáum, hann fyrir pitt eins og við spáðum. Hann fyrir pittinn, fær sér ný dekk og splassa bensinni og tekur þá við 5 hringja stint hjá honum núna. Já. Einhverju fleiri sem fylgja honum í pittinn. Já, maður að sjá hvað hann kemur út. Já, það verður fornilegt að sjá. Sýnist engin annar ætla að taka undercuttið. Maggi að fara að ráskafla núna í dekk undir, já. Maggi fer fram úr. Það er alveg gott bíl allavega, hann kemur hérna út og undan Dotta. Já. Hann að taka bensín núna, komið dekkin og út. Þetta, 12 sekundur í Magga, þannig að hann með auðabraut og nú nú þarf hann að setja bara alveg dundrandi átlap. Hann á 9 dekkjum, að vísa á þyngri bíl aftur, en ef hann næra að setja eitthvað dundurlapp núna og vinna upp smá bíl, þá er aldrei að vita hvað gerist. Nei. Hvað er að gerast hérna á toppnum? Þau eru ennþá... Eva er núti græsið. Já, og tæp. Eva tæp, 4 sekundur í Inga. Þetta er svona óbreytt staða bara ennþá. Það hefur ekkert orðið úr þessum slag sem var að stefni í hérna hjá Danna Bygg á... Já, Danni er komin í 5. Þetta var Byggi Danni Bingo rétt á hann. Já. Já, Byggi var á 6:50 síðasta hring, hann hefur eitthvað klikkað. Þannig að Danni er búinn að vinna sig upp þetta, hann alltaf lenti illa í því áðan og þegar hann snýri og lenti á vegg. Hann er að vinna sig upp og ekki langt í jarðnar, 3,5 sekundu. Það helst alltaf sama bílið í milli Evu og Inga. Já, þetta er í kringu 4 sekundur. Svo spurning, ætlum við sjáum ekki Evu halda áfram að íta dimma. Já. Og þegar við sáum það á síðasta hringa, þau græddu alveg það bil 0,4 eða jafnvel halva sekundu á því að taka svona bumpdraft. Já, það var töluvert, bara þau voru... Ég held að það voru svona 8 km hraðari. Já. Það er töluvert, sko. Hvað er að gera svona stöður? Það fylgjast aðeins með tímarum hjá Diego og sjá hvort hann sé að sækja á hérna fremstu menn eða ekki á þessum útring. Það eru 49 sekundur núna í toppinn. Búinn að sækja 3 sekundur á Magga. Það er svona miðað við hvernig hann er að slíta dekkjunum í þessu fyrsta stinti að þá gæti hann verið að lenda í vandræðum í seinniritanu, sko. Það skiptir svo miklu máli, þú veist það nú manna best hvernig maður spara dekk, einna lungnastur í því á okkur. Það er margir hérna sem sé eins og dekkin hjá Magga þó að sé á korvettinu, þau eru bara
Okkur góð sko. Já, Maggi í fínum honum. Það er ekkert alveg super góð hjá Bigga en og Bigginn að fara á stýripinna. Hann kann að keyra á slikkum. Já. Hann nokkuð lunginn í þessu kallinn. En við erum þá bara að fara að sjá allt grittið mínus Diego pitta í lok ásakið, í lok þessa rings. Það er nefnilega viss fræði að hvernig maður spara dekk sko. Já, það þarf að vera, ég er nú reyndar ekkert sérstaklega góður í því sjálfur, ég teki eftir því þegar ég horf á Tier 1 útsendingarnar, sérstaklega í Superformúlunni, þar var ég að myrða dekkin. Ja, maður skiptum alveg að vera smúð í inputunum og vera ekki yfirkera. Þetta er svolítið svoleiðis. Dimmi, þetta var tæft, hefði geta farið verð. Það er að grípa taktin aftur. Slapp nú alveg bara merkilega vel út úr þessu kallinn. Ég er ekki alveg ná að nýta sér þetta. Hann er samt að keyra mjög hratt sko. Hann er ekki að keyra mjög vel, hann er á svipuðu peysu og þau og það er bilið að haldast óbreytt í kringum þessar milli 4-5 sekúndur, rokkar svona fram og tilbaka. Ingi er að gera mjög gott mót hérna. Sjáum satt að þau eru búin að spara meira bensín Eva og Dimmi, þannig að Ingi geti tapað kannski 1-2 sekúndum í bensínáfyllingunni í pitstoppinu. Já, í pittinu sko. Þau eru að keyra svo tæft hérna, þau tvö hérna. Já, virkilega vel ekki það ég kallaði nú góð að keyra svona þétt saman. Það er ákveðin hæfileiki að geta keyrt svona vel þétt saman. Eva er hann að fara fram úr. Eva vill bara fara fram úr. Eva stingur sér hann fram fyrir og spurning hvort að, nú eru það dettir á beinakafla, spurning hvort að Dimmi skellir sér í smá bömpdraft á Evu. Eva er að hangi í slipsturfinu sko, það er. Já, Eva er bara farin. Eva er bara með glæn í dekk sko. Já, þetta er nú ótrúlega vel farið með dekkin. Draftið farið fyrir Dimma, er þetta tíminn þar sem að Eva ákveður að skilja sig að. Hún er betur sett bensínlega séð heldur en Dimmi, hún ætlar að búin að vera að hanga í kjölsvæðinu, í kjölsvæðinu eftir með minni loftmóðstöðu og það eyðir minna bensíni. Þannig að hún þarf að taka slitnaði sambandi hjá þeim. Já. Eva búin að nýta sér þjónustu Dimma og nú er hún bara farin. Hún gæti grætt 1-2 sekundur í pitstoppinu á bensíninu og... Það sjáum við Arnar, misti hérna inn á beinakarpan, fór út í grassið. Ópsí. Það þýðir að Danni... Það komið alveg langt, það komið alveg gott bil á milli Inga og Arnar hérna. Já, það var ekki nema 8-9 sekundur aðeins fyrr. Þannig að Arnar hefur lent í einhverjum... Danni er alveg að detta í... Nei, hann er því nú ekki. Þau detta hérna í pittinni... En Arnar er með mun meira bensin en Danni, þannig að... Já, sjáum að Eva á 9% eftir að bensinni, Dimmi 7% og Ingi 5%. Þannig að það mun græðast örlítill tími þarna hjá henni Evu. Sjá hvernig staðan verður. Og ef lokið, þá er bara að loka stintið. Ingi á hotnið. Danni undan inn í pitt. Hann kerði á pittveginn. Arnar segirðu? Já. Arnar á 11% eftir að bensinni, hann hefur verið að keyra eitthvað sparakstur. Ekki 12%. Sjá þetta, Eva græddi 3 sekundur á pittinum. Það munar svo rosalega miklu. Dimmi aftur á móti að spurningu hvort að Dimmi hafi bara tekið meira bensín en hann þarf því að hann náttúrulega hann fyllti bílinn. Hann fyllti nánast bílinn. Það er náttúrulega í hérna fyrir þá sem að þekk. Já. Náttúrulega fyrir þá sem þekk ekki leikunum virkar að venjulega í reysi þar sem að keppnin er bara x margir hringir að þá þú ferð í pittin að þá er svona merki sem að sýna þér hversu mikið bensín þú þarft að taka til þess að ná að klára keppnina. En já, samt ekki núna. Nei, það er venjulega þannig. En núna erum við með lobbyið stilt sem endurance keppni. Þannig að þá fer maður ekki þetta merki. Þannig að Dimmi hefur mögulega miskilið það og fyrir vikið er Eva komið með gruna það sko. Þegar maður í endurance-keppni þá er demátturinn bara alltaf út í enda. Já, hann er bara alltaf enda. Maður þarf að sjálfur bara að áætla hversu marga hringi þú þarft í viðbót. Ég gæti að sé hérna bara átti þá milli Dimma og Inga hérna sem gæti nú verið hraðari og léttari bíl.
Ingi á léttari bíl, þeir eru báðir á nýjum dekkjum. Við vitum að Ingi er á topp pace hérna. Og nú er Dimmi ekki með samvinnuna við hana Evu. Þannig að þetta getur verið að opna svolítið baráttin hérna annarsætið. 1,8 milli Arnars og Danna. Við getum alveg fengið smá baráttu hérna eftir. Já. Ennþá 24 mínútur eftir. Það ætti að vera þessi hringur pluss 3 í viðbót. Er eitthvað slagur annar staðar, sýnist ekki, það eru tveggjast af að tala á milli allara hérna í neðri sætunum. Biggi er tæpum 5 sekúndum eftir Danna, Danni er 2 sekúndum eftir Arnari síðan 16 sekúndum eftir Diego 10 sekúndum eftir Inga núna. Þannig það er þessi topp 3 slagi, eiginlega bara annað og þriðja sæti sem er í baráttunni núna. Eva er núna það sem henni líður best, ein og yfirgefin í fyrsta sæti. Það er aðalega að fylgjast hvort að enginn á að minnka bilið. Já, það er svona helst að fylgjast með akkur núna. Þá erum við að nefna það að við byrjum náttúrulega fyrir á morgun. Já, það er ágætt að minnast á það. Því það er það langt prógram framöndan hjá okkur morgun. Við erum líka, það er hefð hérna í Tier 1-deildinni að síðasta keppni tímabilins er alltaf 2 tíma keppni á Nordschleife eða Nürburgring 24 hours. Það er komið á Nordschleife á þessu tímabili. Og fyrir vikið að þá byrjum við, bæða því tímatakan verður lengri og keppnin er lengri. En þá eru dagskráin að byrja á morgun. Ég sagði 9:30 í útsendingun áðan. En það er bara ekki rétt, við byrjum klukkan 9. Eða tímatakan byrja klukkan 9, útsendingin byrja bara rétt fyrir. Já. Og erum að keyra alveg í góða 2 tíma hér. Þannig við verðum ekki að klára fyrir upp undir mína svona 11:30, gott fyrir 12 kannski. Já, alltaf ekki, tímatakan tegist örugglega alveg í hálftíma, sko. Já. En það er bara heljarinn að veisla framöndan. Já. Þar erum við að fara helst kannski að fylgjast með Jónægi og Halla slást þeir eru að berjast 3. sætið. Kári er orðinn meistari nú þegar og Hannes sem er hérna með okkur, hann er búinn að tryggja sér annað sætið eftir góða keppni í þar síðustu viku. Ég ætla nú samt að sigra þessi keppni á morgun, sko. Já. Það er ekki gefið eftir, sko. Maður hættir ekkert þó að eitthvað sæti sé í höfn þá er maður alltaf reis, það er ekkert, maður slæri ekkert af. Já. Maður þarf að bæta í trófí í listar hjá þér. Já, voru að safna í tölfræðina. Já. Það er, ef ykkur eru tölfræðinördar eins og ég, þá getið þið farið inn á gtsiceland.com, farið undir Tier 1 og farið þær í stað á tölfræði. Það ég hef haldið utan alls konar tölfræði í Tier 1-deildinni bara frá fyrstu keppni. Þannig að ef maður hefur gaman á svoleiðis talna leikum með, þá getur verið gaman að kíkja á það. Hörðu, Dimmi út af. Dimmi út af, heyrðu, býtum nú við. Ingi er komin fram úr. Já. Dimmi gaf þetta eftir. Já, hann var allt aldrei möguleika. Hann varði þetta ekki mjög mikið. Drölluðu þetta ekki. Þetta nú... Getum við líka bara reynt að hangi Inga hérna inn á beinakaflan. Já. Við sjáum samt að Eva er ekkert að tjekka út. Þetta er að haldast í þessum stöðugu 5 sekúndum. Já. Þannig að ég einhvern veginn átti von á bara við myndum sjá Evu bara gjörsamlega dominita þessa keppni, en það er bara ekki alveg... Já, það er bara að fylgjast með því. Diego er búinn að draga sekúndi á Evu, sko. Þannig að... Já. Hann er hérna í 4. sæti 10 sekúndum frá honum... Nei, byrja nú við. Var ekki... Jú, Diego er alltaf búinn að pitta á þann. Hann er 90 sekúndum á eftir á undan Arnari. Þannig hann er nokkuð safe þar. Herru, Danni er aftur á móti komin alveg í afturspoilerinn hjá honum Arnari. Já. Og lætum við vita að það er að gerist eitthvað hjá Inga og Dimma. Þeir eru á leiðin inn á streitið, Dimmi er með draftið. Dimmi með draftið. Biggi Danni er alveg... Hann missir draftið að ég ætla að fylgjast á áfram með Arnari og Danna. Því Danni er alveg bandóður hérna fyrir aftan hann. Ég heldur séum að fara að sjá Danna taka hann hérna í kjölsóinu. Arnar fer klaufalega hérna í gegnum seinna karusselið. Og var spurningin hvernig þeir ná exitinu inn á beinakaflan.
Ég held að við séum að fara að sjá Danna og bimman hans sigla fram úr Arnari á Nissaninum. Og sjáum við, þekki ekki hvernig M6-an hérna í... Nei, hann vendar skilst á þeim að hann vanti svolítið upp á beina hérna endarhraðan og mér sýnist það, hann er voða hægt að draga á. Hann er að bíða eftir rétta mómentinu, hann sló af. Já, Nú sækir hann, hann vildi ekki vildi ekki gera þetta of snemma, það er undar alveg gálega því ef maður næri svo of snemma þá hefur hinn tækifæri á að ná þessu tilbaka sko. Danni konum í 5. sæti, virkilega flottur í coveru hjá honum eftir hérna snúningin fyrir keppninni. 20 sekúndur í Diego, þannig að það er ólíklegt að ná að vinna sig meira upp nema Diego lendi í einhverjum miklum hrakkurum. En nú þarf hann að halda Arnari fyrir aftan sig, það er hægara setning gert. Diego er búinn að taka 2 hringi þetta mjög stöðugt, 42 báðir. Já, hann er kannski að detta í rytman aftur. Hann er farin að slíta svolítið dekkjunum aftur samt. Já. Hann er ekkert að hlífa bílnum. Og það er sérstaklega vinstra framdekki. Já, Ingi er ekki að ná að slíta dimma frá sér. Eva aðeins búinn að bæta í, er að detta í 6 sekúndar bíl. Þetta er vel keyrt. Ingi búinn að vinna sér líka vel upp eftir, var ekki fyrsti hringurinn sem hann, það var hringur 2. Það verið annar hringur þar sem hann lenti í vandræðum, skautað út af og fór í mölina og tafðist heilmikið við það. Já. En hann er búinn að keyra örugt síðan þá. Sjáum það að hringur 4 hjá honum hringur 3 6:41 tæplega, síðan 6:41.7, síðan kom pittur, síðan 6:41.8, hann er að keyra á það bil sömu sekúndunni og var að setja fjólubláan sektor. Þannig að hann er í góðu formi hérna, já. Eva er bara með 1 hring undir 41. Já, hún var náttúrulega útring á hann. Þetta er svona eiginlega fyrsti clean hringurinn hennar núna. Já. Það sem hún með alveg auða braut. Innring á hann og útring svo. Þetta er fyrsti tímatökurhringurinn sem er engin fyrir framan hana. Já, það er rétt. Það verður forðilegt að sjá hvað er tíma setur hvort hún færi undir 40. Hún er fjólubláan, 1,4 undir. Já, ok. Við vitum alveg að hún á meira inni, sko. En þráttur í það þá er bilið að haldast nokkuð stöðugt í hringa, 5,7. Ingi var náttúrulega líka að setja fjólubláan sektor á henni, ég tók nú ekki eftir hvað það munaði miklu. Þetta eru bara ein mistök. Já, það þarf ekkert annað, sko. Ég var nú svo sem ekki búinn að slá fylgslag hérna. Ekki að hanga á þessu núna, sko. Nei, það er búið að bæta sín. Það er aðeins niður núna, sko. Dekkin aðeins kannski fann að segja til sín, hann er búinn að missa 2 sekúndur á Evu. Síðan ég tjekkaði honum áðan. Dimmi er aftur á móti, það er slagurinn sem hann fylgist með, annað á 3. setið, Ingi og Dimmi. Það er rúlað hérna snöggast yfir, það er, Arnar og Danni eru ennþá hérna, bumper to bumper. Gætum séð þar eitthvað slag á beinakaflanum. Ingi á fjólubláum, 0,1 frá, Eva er þó líklega á betri hring komin í rúmar 6 sekundur. Bílið þar. Mér býður örugglega þolinmæði bara eftir beinakaflanum. Já, það er ekkert annað að gera. Maður er að taka alltaf miklu áhættu við að reyna einhverja glæfra framúrakstra á ógáfulegum stöðum. Þannig er hérna alveg... Arnar hefur komist fram úr honum, já. Ég mista því, hann hefur náð að smeygja sig eitthvað fram úr. En það var spurning hvort að var þetta taktískt af Danna að ná aftur fram úr á beinakaflanum. Já, þetta er kannski full snemmt
eftir. Já, heldur snemt kannski. Líklega að Arnar hafi náð að smegja sér. Nú sniður að gera þetta svona í loka karúselinu. Já. Bara óvart aðeins og vítt. Nú Ingi alveg við það að slíta draftið í hann dimma. Dekkin örlítið betur sett hjá honum dimma heldur en Inga. En minnum ekki miklu, þeir eru báðir í fínum málum. Og eru náttúrulega núna að taka styttra stint heldur. Nei, eru dimmi út í sand. Hvað er langt í það? Það er langt í Diego. Já, þetta er einhverja 3-4 sekundur sem að dimmi tappa á þessu. Þannig að það mun ennþá vera þægilegt bil fyrir hann í Diego. En þetta er gott fyrir Inga. Nú er Ingi í mjög solid stöðu í öðru sæti. Að vísu er Eva búin að spýta í. Hún er allt í einu komin í rúmar 7 sekundur. Það er bara farin. Það er bara að setja einhver mettíma í það. Já, hún er dottin í fluggýrin. Það er innsigla þetta. Já, tæplega 4 sekundum. Við erum að tala um 36 eitthvað. Já, það er að skoða þannig bíl eitthvað eftir keppni. Já, það verður skrútinýring hjá keppnistjórn. Já. Nú er þetta undir 10 sekundur á milli Dimma og Diego. Danni er komin aftur fram úr Arnari og 3 sekundur á milli. Arnar hefur lent í einhverju. Já, við erum að missa öllu hérna. Já, það verður gaman að sjá hvað þetta samt dekkin hjá Diego eru svakalega slitin. Já, hann er að fara heldur illa með. Ég er Maggi, ég var einmitt að fylgjast þetta með Magga og Bingo Bjarti, feðgunum. Og Maggi lendur fyrir með dekk út fyrir og spinnar út, eða svona skautar út af. Þar fór sáslagur. Þetta er nefnilega ekkert auðvelt að keyra hérna í klukkutíma, eða hvað þá 2 tíma. Sko. Hvað þá 2 tíma, já. Já, ég manna hérna, ég feilaði heftalagi hérna í fyrra. Ég var bara komið svita í augun, sko. Já, þetta eru, tekja tíma keppnirnar eru alveg geta orðið smá ströggl, sko. Man verður heitt í hamsi og þetta tekur í. Það er sérstaklega svona síðasti fjórðungurinn af keppninni kannski. Það er oft farið að taka hans á taugarnar og maður er fann að missa einbeitingu og orðin þreyttur og sveitur. Bilið er komið 3,6 hjá Inga og Dimma. Það var ekki meira á það? Það var eitthvað svipað. Það voru kringu 4 sekundur. Dimmi tapaði einhverjum 4 sekundum á þessu. Og helst nokkuð stöðugt á milli Dimma og Diego. Okkur alltaf rólegt núna. Já, það er lítið að gerast á braut. Þetta er næst síðasti hringur sem þeir eru í núna. Það er bara ekkert að gerast á brautinu. Hvergi. Eva komin í 10 sekundur. 36,4 var hringurinn hjá henni. Við sögðu það líka á myndi hverfa. Já, spáin gekk bara eftir svolítið seinna heldur við áttum vona. Það virðist vera sem hann hafi verið að taka fyrra stintið svolítið svona strategíst. Spara bensín, spara dekk og vinna saman með Dimma og svo bara ákváðin, nú er ég farin. Á smá screen time, sko. Það verður svolítið. Já. Já, maður fær ekki mikið screen time ef maður stingur af og hangir einn einhvers staðar. Þetta er eitthvað verið stekt fyrir að sækja á Dimma. Það er stöðugt bil hjá Inga og Dimma. Allt eins og það á að vera, segir Illugi. Eva fremst og Hilmar að þrífa framrúðuna. Hilmar komið með rúðuþurrkarnar á. Hilmar með rúðuþurrkarnar og hasarljósin. Já, hasarljós og rúðuþurrkur. Hann er ávallt reiðubúinn. Dimmi aðeins að sækja á Inga. Þetta er einhverjir 10. hlutar sem er að hverfa af bilinu. Er að detta niður í 3 sekundur. Voru 4 rétt á hann. Diego er aftur á móti að dragast aftur en hann er líka bara búinn með dekkin. Hann er eitthvað að yfirkera bílinn. Og reyndar náttúrulega með
einu hring eldri dekk núna líka heldur en aðrir. Þetta er eiginlega bara, já, ég myndi bara keyra save og skila bílum heim, sko. Já. Hann hefur alveg 25 sekúndur í þarna. Hann var eini keppandinn sem að kom í pittin á 4. hring. Og meðan allir aðrir ákváðu að taka styttra stintið fyrst. Nei, seinna segi ég. Að vísu getur það stundum skila sér að taka styttra stintið sem fyrra stintið af því að þú ert þá að keyra styttra með þungan bíl sko, með fulla bensín. Það er alveg. Maður hefur stundum gert það, tekið stopp einu hring fyrir. Það er samt sko, þegar þú keyrir 5 hringi, þú ert nú nánast að fylla bílinn sko. Já, reyndar. Það skiptir ekki alveg öllu máli kannski í þessu tilviki. Hann er nú nánast komið með pit window sko í þarna sko. Ef hann gæti alveg tekið þetta save og... Já, taka bara hoppa í dekkjastopp. Gera mögulega tilraun í hraðasta hring. Ég finnst það fyrst hæpið það að nái þessum tíma sko. Það er bara útringur, hann myndi ekki ná tímatökum. Nei, það er rétt. Það virðist að vera allt komið svona í ró og næði. Já, það er fullur rólegt fyrir minn smekk. Ingi búinn að spýta aðeins aftur í, hann er að detti 4 sekúndur bilið milli hans og Dimma. Sjáum að Ingi setti sinn besta hring í síðasta hring, 39.9, sem er bara virkilega flottur tími. Sýni held að hann og Eva séu þau einu sem hafi farið undir 6.40. Jú. Já, ég held það sko. En það er spurning hvernig þetta kemur út í stigakeppninni ef þetta fer svona, má ég sjá. Dimmi er með ef þetta endar svona þá munu stigin og þessari keppni öll gilda hjá þeim. Þannig að Ingi væri þá að fá sér 20 stig og myndi enda í 134 og Dimmi væri að fá 16. Nei, þessi úrslit duga Dimma til að halda öðru sætinu. Já. Og maður svo Ingi, nei betur ég var að horfa á vitlaust. Ingi hann er með 104 stig, hann er að enda í 124 eftir þessa keppni. Ég held að það dugi honum ekki með, Diego er í 4. sæti, hann er að fá þá 16 stig. 130, nei. Ég held að þetta sé, ég er ekki alveg að fullira það, ég þarf að skoða þetta, ég tek stöðuna saman í kvöldið á morgun. Ég held að ef þetta endar svona eins og staðan er núna, þá er Dimmi annar, Ævar 3. og Ingi 4. Ég held að þetta dugi Inga ekki til að muna 10 stigum á þeim sko. Þetta dugar Inga ekki til þess að taka 3. sætið. Hvað er rannsókn? Ingi hefur sótt aðeins á Evu. Já, hann kom undir 10 sekúndur allavega. Það er ekkert svo mikið á milli Dimma og Inga sko. Nei, Dimmi er búinn að græða sekundu á Inga. Frá því ég tjekkaði á hann. En Danni er búinn að sækja 6 sekundur á Diego. Já, það voru 26 á hann. Danni er búinn að finna gírinn eftir að hafa eftir að byrjað svolítið klaufalega. En hann er kominn á gott pace hérna á bimanum. Það er alltaf mikið að bensín líka. Já, það er spurning hvort að menn hafi aðeins slegið menn út af laginu að hvernig bensínið áætlunin lítur út í pittinum í svona endurance race. Já. Það er alveg spurning. Það er 9. hringur í hafinn. Þannig, já, hann var að setja sinn hraðasta hring. Og Dimmi líka, hann var að bæta sinn hraðasta hring, 6.41.8. Sækja Inga, hann er að sækja Inga. Og loka hring, þetta er loka hringur. Þetta er eitthvað sem við ættum að fylgjast með, þetta er loka hringurinn, já. Spurningin, það eru 2 sekundur, ef að Dimmi nær að halda áfram að vinna upp þetta bil og komast í kjölsogið fyrir beinakaflan, þá er það alveg möguleiki. En sjáum hvernig þetta fer. Ingi var að keyra það bil 3 sekundum hægar á síðasta hring miðað við hringinn þar áður, sem var hans besti. Ingi er með betri dekk en að... Og sjáum það að síðan á milli
á síðasta hringa þá var hann Dimmi að græða 2,5 sekúndu á Inga. 42,6 hjá Inga, 41 hjá Dimma. Þannig að nú fyrir Inga þarf hann bara að halda haus og halda 0,8 til 0,9 sekúndabili fyrir beinakaflan við hann Dimma. Það ætti að duga honum. Þetta er nú að haldast bara nánast alveg stöðugt. Nei, Dimmi er nú samt að hann er að vinna á. Þetta er undir 2 sekúndur núna. Er eitthvað að gerast annar staðar? Nei, ég sverfi við því, þannig við höldum áfram að fylgjast hérna með þeim tveimur. Dimmi er á hörkufart, þetta er 1,5 sekúnda. Er aðeins að fylgjast með Diego, hvort hann sé ekki að halda haus hérna á þessu punktum. Já, síðast er ringur hjá hann 6,50, hann hefur lent í ykkur vandræðum. Það er kannski ástæðan fyrir að Danni var að sækja svona mikið á hann allt í henni. Helst, það eru 70 sekúndur núna þannig. En já, það stefnir í smá baráttu hérna á Dimma og Inga. Já, Dimmi hann er að bæta sinn hraðasta hring líka núna. Hann er að setja bláan sektor sem þýðir að það er svo hraðasta sem hann hefur sett persónulega. Nú þarf Ingi að leggja allt kapp í þennan síðasta hring. Þeir eru í mjög svipari stöðu, dekkjalega séð örlítið betari hjá Dimma. Það eru 4 mínútur cirka eftir þessari keppni fyrir þá tvo. Eva er í nokkuð góðri stöðu en ég átti vona hún myndi vera lengra frá. Sýnir bara hversu sterkur þessi hópur er. Það er alveg gífurlega mikið að hröðum ökumönnum hérna í þessum hóp. Við erum að sjá það bæði í tier 3 og tier 2. Þannig ef ég held að við getum síðan að fara að sjá alveg að því gefnu að fólk taki þátt í tímatökunum fyrir og reyna að koma sér í tier 1. Og þá getum við síðan alveg gífurlega sterka deild. Já, það verður gaman að sjá fjöldan af fólki að taka þátt í tímatökunum. Já. Ingvar segir hérna í chatinu hvort að Dimmi sé að fara að taka annarsætið á beinakaflanum. Það er alveg inn í myndin ennþá. Það eru 2 mínútur í að þeir detti á beinakaflan og þetta er ekki nema 1,5 sekúnda. Það þarf ekki nema Inga fipist aðeins til að þá er Dimmi bara kominn. Sjáum hvað gerist. Ingi aðeins að bæta þetta. Það má ekkert út að bera hérna. Ekki neitt, sko. Eitt feilspur, það var að koma inn í drafti hjá. Já. Ég var að rúlla niður aftur hérna, það er alltaf óbreytt annar staðar. Dimmi er að bæta fyrir besta tíma með 1,2 sekúndur. Sinn besta tíma? Já, sinn besta tíma. Já, ok. Það er á fljúgandi siglingu. Það væri nú heldur betur drama að fá fá slag annarsætið á síðasta hluta á brautarinnar og síðasta hring í síðustu keppni tímabilsins. Já. Nú er keppnistíminn að renna út, það eru 30 sekúndur eftir. Þá bætist við tími. Tappa hérna 0,3 hérna aðeins. Já. Svolítið það strax aftur. Þetta styttist, þeir eru alveg að fara að detta á beinakaflan og þetta er orðið sekúnda, þetta er sekúnda. Erum við að fara að sjá Dimma taka annarsætið? Eða heldur Ingi þessu? Þetta er 1,1. Taka segna karusellið, það getur verið mjög mikilvægt. Já. Og síðan hægri beygjan inn á beinakaflan. Tíminn er búinn, þannig að þetta er final lap fyrir alla. Hann er að sækja. Nú er bara ein beygja eftir fyrir beinakaflan. Hver tekur hana betur? Ingi virðist hafa, Ingi með betra exit. Þetta gæti dugað honum, þetta ætti að duga honum. Ingi með þetta. Dimmi er ekki í draftinu. Þá var það bara, það eru 2 bremsupunktar eftir. Svitna þessari keppni. Ingi öruglega. Já, eitthvað segir mig það, hann hafi verið orðinn stressaður.
Þetta Dimmi var á fljúgandi siglingu sko. Það var Eva komin í lokabeigjunar alveg á nippinu og komin á gasið bara. Eva að klára hérna. Flottur sigur. Já, við að þessu komin. Það átti ekki von á öðru en hún myndi sigra þetta. Þannig hún sigur verið tægir 2. Sigra tímabilið, sigra síðustu keppnina. Ingi kemur hérna í mark í öðru seti. Hann hélt þessu að muna nú ekki miklu á þeim. Nei. Vantaði bara herslu munin en virkilega vel gert við Inga sérstaklega eftir að hafa lent í bölvuðu vissinni hérna í Hring 2 og hrunið aðeins niður listan en náði að vinna sig upp með örgumakstri. Klárar í öðru sæti. Jafnar þar með sinn besta árangur á tímabilinu. Dimmi endur í þriðja sæti. Diego að renna í markið. Er hann að vera bensinlaus? Er hann orðinn bensinlaus? Það sló töluvert mikið af. Diego nær fjórða sætinu, rúlar hérna, jú, hann er orðinn bensinlaus held ég. Það er virkilega góð barátta hjá honum. Já. Þetta var flott keppni. Dan er að koma í markið í 5. sæti. Vel gerstu honum. Flottur árangur. Arnar er þar og eftir, er að koma hérna í markið í 7. sæti. Annað á 7. sæti fyrir TRB Racing. Sækja fín stig fyrir liðið. Og Biggi, eftir að hafa ræst síðastur, klaufaðist til þess að klúra tímatökunni, ræsti aftastur en klára 7. Það er að gera. Smá spól hérna. Taka smá burnout. Jæja, Biggi klárar þetta með stæl. Okkur ekki. Kemur hérna hann Bingo Bjartur í 8. sæti. Maggi er að rúla í markið 9. Sonur sigra pappan. Já, og hefur þar með betur á tímabilinu. Maggi 9. Doddi og Hilmar eru búin að draga svolítið aftur úr. Doddi er að dragast í markina. Ég ætla að sjá hvaða hraðan er að ná. 66. Það vantar. Það situr aðeins eftir þetta. Já. Það er ágætt að vita þetta. Þetta er áhyggjuefni ef það hjá mér með buggan. Ég veit að ég er alltaf með meiri endarhraða þarna. Já, en það segir ekki allt. Ég held að flestir séu með meiri endarhraða. Ég veit ekki alveg hvernig Porsche er. Nei, hann endar ekkert þú að sterkur í endarhraða. Jæja, kemur Doddi mark. 10. sæti. Og Hilmar er að detta inn á beinakaflan á Barbie bílnum. Alveg splengi reyna framrúðu. Já. Fær hérna smá lonely time hérna. Já, fær smá skjátíma hérna í endan. Barbie pitturinn bílum. Já. Það er ekki búið að vera hans keppni. Spurningu til pittaði hann virðist hafa pittað í 4. hring líka. Hann náði að byrja keppni. Leifði ekki út fyrir eða geta byrjað. Nei, nákvæmlega. Það er allavega, hann getur huggað sig við það að hann var með, hann sækir ykkur nokkuð stig hérna í 11. sæti. Það er klárlega betra heldur en að þurfa að sitja hjá út af ykkur netvandamálum. Þannig að hann allavega nær að ljúka keppni. Kemur hér í mark í 11. sæti. Fær fyrir það. Það er að séka út hérna. Já, hann tekur byggan á þetta, tekur hérna smá burnout. Það er sko að neti klárar ekki hjá honum hérna, þannig að þetta klárar. Já. Hilmar klárar, gerir atlögu hérna að flaggmanninum. En flottu sigur í Evu. Já, Eva, henni innlega til hamingju með glæsilegan sigur. Var ekki eins yfirgnæfandi sigur eins og maður átti von á en öruggur samt sem áður. Sló ekki fylgslag í þessari keppni, innsiglar öruglega sinn Tier 2 titil á vortímabili og ég held, óstaðfest úrslit í stigakeppninu þá held ég að Dimmi haldi öðru sætinu, Ævar haldi 3. sætinu og Ingi í 4. en þetta er með smá fyrirvara. Ég veit ekki hvort ég komist í stigatöflunni í kvöld eða hvort ég gerir það á morgun. Fylgist endilega með GTS Iceland á Facebook, ég mun posta úrslitunum bæði í hópin og á síðun okkar. Þannig að ég getur ekki að fylgjast með þar.
En hörku tímabili í Tier 2 hér með lokið. Við erum, Tier 2-deildin komin í sumarfrí, byrjar aftur næsta haust í september. En við erum ekki alveg búin að kveðja þetta tímabil því að Tier 1 fer á stað annað kvöld og minnum á það aftur að við byrjum fyrr en vanalega. Útsetningin byrjar, ég held að við vorum að tala 10 mínútur í 9, tímatakan sjálf byrjar klukkan 9 og verður í svona kannski cirka hálftíma og keppnin þá að byrja 10:30, nei 9:30 segi ég, og stendur yfir í 2 tíma. Þannig að það er heilmikið prógram framöndan á morgun áður en við dettum í sumarfrí, þannig við klárum þetta bara með stæl. En ég held að ég ætla að segja þessari útsetningu lokið. Ég er allur að kvefast upp eins og þau kannski heyrist. Ég þurfa að fara að drekka einhverja mixtúru. Já, þetta er búið að vera gott prógram. Þetta er 3 tíma prógram hjá okkur í kvöld. Og það er bara gaman. Það voru hvort tveggja virkilega skemmtilega keppnir. Hörku aksjón í báðum keppnum. Þannig að bara gaman að ljúka þessum tímabilum í Tier 2 og Tier 3 með svona góðum keppnum. Þannig að við bara óskum öllum keppendum til hamingju með flottan árangur og ykkur áhörendum fyrir að fylgjast með. Sjáum ykkur vonandi, Danni og Biggi sjá ykkur vonandi sem flest í útsetningu á morgun. Þannig að það er bara, segjum það bara. Danni og Biggi munu sjá útsetninguna. Já, Danni og Biggi munu henda í, þeir munu, það verður nóg prógram framöndan á þeim líka á morgun. Þannig að endilega haldið í félagskap. Við munum gera okkar besta til að halda aksjón á brautinni. Já, gerum okkur besta í því. Já. Það er glæsilegt. Þá bara þakka ég fyrir Hannes að þú nennir að hanga hérna með mér. Bara þakka fyrir tímabilið. Þetta var bara skemmtileg að vera hérna með þér. Þetta er 2 og 3. Þetta er alltaf gaman. Við bara, við sjáumst á brauta bara á morgun. Þakka Hannes fyrir bara í kvöld. Takk fyrir kvöldið.